Franska kapellan á Fáskrúðsfirði var byggð 1898 af frönskum sjóverkasamtökum ásamt franska spítalanum, líkhúsinu, sjúkraskýlinu og læknishúsinu. Fjóla Þorsteinsdóttir, safnvörður á safninu Frakkar á Íslandsmiðum, tekur á móti hópum og leiðsegir svæðið. Hún hitt okkur í kapellunni til að segja okkur nánar frá henni en hún var afhelguð 1923 og flutt upp í þorpið. Hún var ekki í upphafi byggð hér. Hún var byggð hér aðeins innar við hús sem heitir Grund, sem var sem sagt sjómannaheimilið og sjúkraskýli. Þar var hún sem sagt í upphafi. Síðan var hún færð inn í miðjan bæ og þar bjó henni fjölskylda í nokkur ár og meðal annars fæddist í henni lítið stúlkubarn sem á Oxógrasi og gifti sig hér í þessar kapellu þeirra. Já. Síðan eignaðist maður kapelluna, opnaði inn í ljósabúð og rafmagnsverkstæði og sá henni sami, hann fæddist út í franska spítalanum í Höfnanesi. En þú tekur á móti mörgum hópum hérna og ert að leiðsegja þetta svæði og þetta yfirleitt svona síðasti punkturinn að það ekki að koma hingað? Jú, ég enda yfirleitt alltaf með alla hópa hér inn í þessari kapellu. Og það kemur til út af því að fyrsti hópurinn sem að heimsótti safnið í minni umsjá, þegar ég var búin að fara með þann hóp hér út við gamla grunninn þar sem spítalinn var byggður í upphafi og fara með hópinn hér franska þorpið og inn í gegnum safnið, niður í gegnum skútuna og út á bryggjuna og við enduðum hér, að þá bara stóð ég frammi fyrir því að hér var ég með grátkór. Já. Það reyndist bara þessu fólki mjög erfitt að fara í gegnum þessa sögu og í stað þess að standa hér og vera eitthvað rosalega gáfulega að segja þeim frá þessari kapellu, að þá bara ákvað ég að syngja. Þannig að ég byrjaði bara að syngja hérna krummi krunkar úti og það bara fóru allir að klappa og allir að kralla með mér og svona og þannig að ég sá það að þetta var bara að virka. Og allar kvöldu síðan þá hef ég bara alltaf endað með hópa hér inni og við syngjum gjarnan hér. En í þessu húsi hérna, þessi kapella, hún er gengið gegnum ýmislegt. Hér eins og segir þessi mikla saga, þrungna saga. Hvernig að koma henni til skila og framfæri? Sko, það er rosalega skemmtilegt. Þetta er rosalega stór og mikil saga. Hún er gríðarlega sorgleg. En eins og ég segi, þá er bara það er svo margt sem að gleður augað þegar þú ferð með svona hóp í leiðsögn og ert að segja söguna og ert með fallega fjallarhring í kringum þig, fallegar byggingar, fallega gróður, að þá bara vegur þetta svona saman þannig að þetta verður svona ljúft og notalegt og auðvitað finnum maður ofta að þetta snertir mikið við fólki. Og það er alveg þegar við erum komin hér inn og ég fyrir á leiðinni, þá sé ég oft falla tár. En einhvern veginn er það bara þannig að það er alltaf forréttindi að fá að segja þessu sögu. Og það er bara einhvern veginn þannig að þegar allir eru komnir hér saman, eins og segir, í lokin, að þá er bara að slegja á létta strengi og sungið og þá fer fólki að segja manni eitthvað sem það veit þessa sögu eða eitthvað sem tengist henni og svo kollakolli. Og margir jafnvel farið og heimsótt þessi svæði á Bretanískaga, Paimpol, Gravelines og Normandie og Dunkirk og þessi staði. Og þannig að það er alltaf að bætast við inn í söguna sem er svo skemmtilegt, sem að ég nýti mér síðan að segja frá þegar næsti hópur kemur. En þessi saga með þessa frönsku sjómanna hér, það fórust mjög margir franski sjómenn hérna, þannig að það hefur haft mikla þýðingu að fá svona kapellu hingað á Fáskrúðsfjörð. Já, það var það. Það hafði mikla þýðingu. Hingað fóru þeir fóru hingað inn og báðust fyrir og eins og myndin sem er hérna fyrir aftan okkur er af frönskum sjóliðum sem komu hér í heimsókn með frönsku skólaskipi upp úr 1900 og þeir fóru hér í hátíðarmessu, þannig að það var gríðarlega mikil þörf fyrir þessa kapellu. Og þessar minningarstundir sem eru haldnar hér á frönsku dögunum á hverju sumri, sem að Jóna Kristín Þorvaldsdóttir presturinn okkar
sérum ásamt 2 munkum sem að búa hérna á Reyðarfirði, að það er afskaplega falleg stund. Þá mæta gestir gjarnan í íslensku lopapeysunni eða íslenska búningnum og ég hér í frönskum hátíðarbúningi og hérna síðan farið hérna út fylltu liði og farið út í grafreitin sem hérna fyrir utan. Og þar lagður blómsvegur að minnisvarða og síðan hafa gestir gjarnan með sér eina rauða, bláa og hvíta rós sem við fleyta í sjóinn í lokin. Og á franskudögunum kemur hingað ævinlega sendinefnd frá Gravelín sem vinabær Fáskrúðsfjarðar og tekur þátt í þessum hátíðahöldum. Þetta afskaplega falleg stund. Þessi kapella, svo alveg gríðarlega fallegur hljómburður hér. Og þetta bara svo fallegt hús. Mikið notað og aðalega gleðistundir. En þó við séum að tala franska sjómenn og Frakka, þá þetta stór hluti af sögu Fáskrúðsfjarðar og okkar Íslendinga líka. Þetta tengist allt saman. Þetta tengist allt saman og það er gaman að segja frá því að hér á Fáskrúðsfirði þessari sögu vel við haldið og henni lyft hátt upp. Ég veit að í leikskóla byrjað að segja börnunum frá þessari sögu, svona upp að vissu marki, og síðan þegar kemur upp í grunnskóla þá er sögunni vel haldið að nemendum og þau koma hérna gjarnan í vorferðir og svo kollakolli og að færa safninu jafnvel gjafir eins og gerðist hérna fyrir 2 árum. Þá kom hérna hópur 10 ára nemendur sem fóru hérna stóran túr með mér safnið og við enduðum hér inn í kapellinni og sjálfsögðu var sungið hér. Og svo spurði ég að í lokin hvort þau væru til í að færa safninu kannski einhverja mynd eða eitthvað, teikna saman eina mynd eða eitthvað. Og það leið vika, þá komu þau með hérna verk sem þau höfðu búið til, franska spítalan, læknishúsið, kapelluna og gólettu og fjallarhringinn, fjörðinn fullan af skútum. Og síðan þessi yngri krakkar gjarnan, ef þið sjá eftir mér hér inn í kapellunum með hópa og þau hér út að leika eitthvað, þá þau gjarnan að koma hérna og opna og kurteislega og spyrja, megum við kannski koma og syngja nokkur lög fyrir Frakkana, gjarnan Frakkana. En ef maður hérna á ferðalagi, getur maður komið hingað og fengið þessa leiðsögn? Já, og bara endilega. Og við endur náttúrulega sjálfsögðu að syngja. Já, gerum það. Krummi hrunkar úti, kallar á nafna sinn, ég fann höfuð af hrúti, hrygg og gæru skinn. Komdu nú og kroppaðu með mér, krummi nafni minn. Komdu nú og kroppaðu með mér, krummi nafni minn. Og franski parturinn. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.